Já, verið velkomin í hina Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og í dag ætlum við að ræða stöðu leigjenda, kröfur leigjenda og við ætlum að ræða hvernig þessi fundur fór sem að var í Ráðhúsi Reykjavíkur núna í morgun og svona hvaða loforð eða hvaða áherslur voru þar kynntar og hvort að þær mæti kröfum og þörfum leigjenda hér í borginni sem að upplifa gríðarlegt húsnæðisóöryggi og hafa þurft að búa við þannig ótryggar aðstæður síðustu ár. Þessi viðburður sem að ég var að reyna að rifja upp hvað hét, áratugur uppbyggingar, eða ég man ekki einu sinni nafn á honum, þar svona maður fyllist ekki beint von að því að ég hugsaði bara já, áratugur uppbyggingar þurfa að bíða í 10 ári viðbútt eftir að fá öruggt húsnæði fyrir fólk sem að hér í þörf fyrir húsnæði. Og til þess að ræða þessi mál þá hann Guðmundur Hrafn Arngrímsson kominn til okkar í gegnum Zoom og hann formaður samtaka leigjenda og sat þennan fund, skils mér, og ég vildi bara heyra í þér svona hvernig hvaða áherslur komið þar fram og ertu svona öruggur að húsnæðisvandinn leysist eftir þennan fund í Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem að uppbygging til næstu ára var kynnt? Nei, ég get ekki sagt að ég sé sérstaklega bjartsýnn. Ég þetta hljóma svolítið mikið af því sem við höfum heyrt undanfarin 10 ár. Við höfum heyrt þessar svona miklu loforð og stóru tölurnar og fallegar svona renderingar og alls konar verkefni og skipulög og svona. Við erum búin að hlusta á þetta bara síðan 2012-13 og þetta fyllti mig ekkert sérstaklega mikill í von, en þetta var mjög forvitnilegur fundur, þó ekki sem að sagt, vegna þess að mér langaði til að byrja á því. Ég fór í morgun og ég fann nú svona eins og skot að það var ekki mikið af fólki í mínum sporum þarna. Mér sýndi þetta vera allt svona tiltölulega mikið efnafólk þarna og þarna voru fjárfestar sem ég kannaðist við og þarna voru arkitektar og embættismenn og stjórnmálamenn og þannig að þetta var ekki beint svona þessi þverskurður á samfélaginu, en fundurinn byrjaði með 40 mínútna innleggi frá Degi B. Eggertssyni borgarstjóra og þar sem hann fór yfir svona helstu tölur í uppbyggingu húsnæðis þá og nú og sérstaklega svona hvað á döfinni og líka hvað hafði verið byggt og hann fór með erindi sem að stuðaði mig bara töluvert mikið og ég átti svolítið erfitt með að sitja á mér vegna þess að fyrir það fyrsta í dagskrá fundarins var ekki gert ráð fyrir að það var hægt að spyrja spurninga og það var ekki gert ráð fyrir því að maður geti tekið til máls og það var engin með mikrofón eða það var ekki gert ráð fyrir það og getur spurt eða hvort það er panel eða í loka erindi eða neitt. Þetta var mjög þétt dagskrá og átti vist að keyra bara áfram svona eins og lest og svo þegar að Dagur B. Eggertsson byrjar að þylja upp ástæður þess að við erum í þessu miklu húsnæðisskorti að 2009 segir hann, 2019 hafi verið mikið talað að það væri offramboð húsnæði og segir að þetta hafi ruglað hann og sitt fólk í rýminu að á eitt borðið var talað að það væri húsnæðisskortur en svo varu einhverjir aðrir að tala það að það væri offramboð húsnæði. Nú þeir sem að tölum offramboð húsnæði á þessum tíma voru 2019. Það voru greiningadeild í bankana og þær voru með þessa möntru að það er offramboð húsnæði og kannski var offramboð einhver ákveðin tegundu húsnæði en á sama tíma og þessi orðræður uppi hjá bönkunum þá eru allar stofnanir í samfélaginu, átakshópur ríkisstofnunarinnar sem að starfaði frá nóvember 2018 og fram á vorið 2019. Þeir gefa út sína skýrslu og sína kynningar þarna vorið 2019, minnum að hvort það hefur í mars-apríl og þar segja þær bara mjög ákveðið og líka skýrslurnar frá HMS. Skýrslur frá HMS sem voru gerðar sérstaklega fyrir átakshóp sýndu fram á hvað staðan væri. Staðan var svo að 40% af fólki undir 29 ára aldri var í foreldrahúsum, lögaðilar voru að sópa til sín fasteignum, það vantaði það bil 5.000 til 8.000 fasteignir inn á markaðinn 2018.
Það var sagt, það bara það sem okkur vantar til þess að koma með einhvers konar jafnvægi. Við þurfum að byggja að minnsta kosti 10.000 fasteignir til þess að ná í skottið á þessu og það þarf að gerast á næstu 2,5 ári og eftir það skorturinn 2.000. Þetta kemur allt saman fram, bæði frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, kemur fram hjá átakshópnum, kemur fram hjá ASÍ, allt saman þarna í 2019, en samt segir borgarstjórinn að þau skilaboð sem hann fekk frá bönkunum, greiningardeild bankana að það var yfirvofandi offramboð húsnæði, að það hefði allt í einu miklu meira vægi í hans ákvarðanatöku og þeirri húsnæðisstefnu sem Reykjavíkurborg hefur svo rekið. Þetta fannst mér náttúrulega bara ekki, þarna á þessu augnabliki fannst mér þessi frásögn, þetta narratív bara alls ekki fá að hanga í loftinu. Að það hefði verið eitthvað sérstakt tilefni til þess 2019 að hlusta á þessi varnaðarorð greiningardeild bankana sem náttúrulega vildu skapa skort til þess að geta ávaxtapund sitt og tryggt útlána sín og hækka fasteignaverð. Eins og við vitum að þetta náttúrulega svolítið þetta þrönga samfélag sem á allar eignir og í fjármálageiranum. Þannig að hann ákveður að láta þá frásögn ríkja yfir og stýra húsnæðisstefnu borgarinnar meðan allar stofnanir í samfélaginu, verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnin og ef átakshópur ríkisstjórnarinnar fullir að hér sé stórkostlegur skortur á húsnæði og það þurfi að fara í massíf uppbyggingu. Ég bara skil ekki og þarna á þessum fundi og akkurat á þessu augnabliki þá fékk ég eiginlega bara svolítið nóg. Ég gat bara ekki setið á mér og ég bað borgarstjóranum að útskýra þetta en hann bara var ekki sérstaklega glaður með þetta, svona inngrip hjá mér, en ég gat bara ekki setið á mér og þetta finnst mér vera alveg stórkostlegt að maðurinn bara segi þetta vegna þess að ef þetta er raunin að hann hefur tekið til sín, að hann sýndi svona glæru með einhverju fyrirsögnum, einhverja 5-6 fyrirsagnir frá bönkunum og að það væri fyrirhugað offramboð á fasteignum. Þetta var eina svona, þetta við stýra hans sín á húsnæðismálin. En þetta var merkilegt erindi líka og það er eitt í þessu líka sem var kannski bara ekki svona klári aðeins svona þetta erindi hjá Degi, að hann fer yfir þetta hafi þeir setið á sér af því að menn hefur viljað fara sér hægt vegna þess að það var yfirvofandi offramboð þrátt fyrir að það var skortur, það var ekkert eitthvað sem að menn þurfti eitthvað að mæla, það var bara gríðarlegur skortur á húsnæði. Leigjendasamtökin voru mjög öflug á þessum tíma að öskra bara eftir húsnæði. Það settir mann átasópur, það eru bara sífelldar greinar og skrif, þetta inn í þinginu, ákall eftir massífri húsnæðisuppbyggingu og það mikið svona neyðaróp allan hennar vetur nema þegar að kemur inn í vorið þá koma greiningardeildirnar og segja þetta. Yfirvofandi offramboð. Dagur lætur það allt í einu verða stýra sinni uppbyggingu og þetta fer svona að það er lítið byggt en það eru ákveðin verkefni sem svona halda Reykjavíkurborg inn í einhverju svona hvað maður að segja tölfræði sem þeir geta nýtt sér en þessi tölfræði sem þeir eru að nýta sér þessi uppbygging sem að þeir fóru þó í sem voru þetta svona 1.000-1.200 íbúðir á ári heldur ekki svona í við fólksfjölgun í borginni. Þess að fólksfjölgun í borginni hún er tæplega 3.000 á ári þannig að þetta heldur ekki í við það ekki einu svona ef við tökum bara meðaltal íbúa á hverja íbúð þá næri ekki svona viðhalda því og svo næri ekki heldurlega viðhalda við erum átt okkur því að bara eðli málsins samkvæmt og ég fekk þessu upplýsingar frá manni sem að þekki mjög vel til að það eru svona 450 íbúðir á hverju ári sem að afskrifast, það er að segja íbúðir náttúrulega eldast og það eru 450 íbúðir sem að svona náttúrulegum orsökum bara eru þá bara rifnar eða þetta er bara húsnæði sem er bara úrelt. Það er að segja sko að þessi framlegð á byggingamarkaðnum með fjölgun húsnæðis, þessi rauntölur, það er
gera ekki ráð fyrir því að þessi tekið inn í afskrift á öðru húsnæði. Það verið að rífa húsnæði til þess að byggja nýtt og þannig að það að fara út af markanum líka. Þannig að sko þegar íbúafjölgun í Reykjavík tæplega 3000, við erum með 1000 íbúðir, við erum með 2,6 íbúa á hverja íbúð að meðaltali, þannig að það segir sig bara sjálft að þessi uppbygging, hún hafði ekkert að segja á þessum 2,5 ári, hún hafði akkúrat ekki að segja vegna þess að skorturinn í dag, hann ennþá svo sami, það vantar bara nauðsynlega kannski bara það sama á 2019, kannski 8.000 íbúðir inn á markaðinn til þess að róa hann og það hefur bara áhrif á fasteignaverð og þar leiðandi leiguverð. Og þetta náttúrulega bara stór hættulegt fyrir okkur leigjendur að þurfa að búa við þetta og mér fannst þetta að vera mikil svona gaslýsing að svona lýsa þessu ástandi sem bara glæsilegu og ég hjó eftir því bara fyrir nokkur viku síðan þá taldi hann árangur borgarna í þessum málum var til fyrirmyndar sem það bara alls ekki og þetta var bara mjög erfitt að sitja undir þessu, það var bara mjög erfitt að vera í þessu samkvæmi. Þetta samkvæmi var náttúrulega eintómir fjárfestar og arkitektar og svona menn í fasteignaþróunarfélögunum, embættismenn, pólitíkusar, gamlir embættismenn og svona fólk sem að hagnast á þessu ástandi og hefur bara ekki nokkra einustu sýn í hvað það að vera leigjandi í leigumarkaðnum hérna höfuðborgarsvæðinu. Þetta var mjög undarlegt allt saman. Ég trúi því og einmitt svona einhverjar skýringar yfirvofandi offramboð, það ekki eitthvað sem að fólk sem hefur upplifað húsnæðiskreppuna að tengja við, það hefur verið skortur, það hefur verið bið, það hefur verið flakk á milli staða, það hefur verið einmitt þessi biðlisti og þurfa að vera bíða og vita ekki hvort þú fáir húsnæði og þurfa að vera inni á öðrum og ég vildi alltaf spyrja þig fyrir hvern var þessi fundur, að því þú talar fólki sem að sat þarna og var að hlusta. Þannig að hvernig skynjar þú í rauninni að af hverju var borgarstjóri og borgaryfirvöld, af hverju eru þau að halda þennan fund? Það þannig að þau vilja ná til leigjenda og fólk sem einmitt að reyna að útvega sér húsnæði, útvega sér heimili, að þau vilja virkilega ná til borgarbúa og svona fara yfir sviði með þeim og bara svona kynna fyrir þeim hvað sé uppbyggingu og hvernig hlutinir líti út, eða þetta meira eitthvað svona til að einmitt heyri einhverjum fjárfestum og mér finnst líka sérstakt að því þú talar að dagskráin hafi verið svo þétt að hafi ekki gefist mikið svigrúm til að spyrja spurninga, að ég hefði einmitt haldið að þegar þú ert að kynna einhverja áætlun að þá myndirðu gera ráð fyrir því að fólk væri með spurningar, að það væri einmitt svigrúm til þess að koma með innlegg eða spurningar eða velta hlutunum fyrir sér og líka þegar maður horfir á svona kynningar að þá nær maður ekki öllu og vill aðeins fá að spyrja út í hlutina, þannig að mér finnst þetta mjög sérstakt í rauninni upplegg, þannig að svona fyrir hvaða einstaklinga var þessi fundur? Sko þetta var sérstakt þegar ég svona horfaðist tilbaka, það voru hugsanlega ekkit rosalega margir gestir sem höfðu rauninni ekkit erindi á fundin. Það voru rosalega margir sem voru þarna til að taka á móti verðlaunum, það var verið að veita verðlaun fyrir vistbyggingarverkefni og þarna voru nokkrir hópar sem höfðu tekið þátt í samkeppnum, held ég 5 hópar sem fengu blómvendi hjá borgarstjóra og svo var borgarstjóri og svo voru fulltrúar ábyggilega eitthvað svona 10-12 fasteignaþróunarfélaga sem voru að halda erindi og svo voru félagsbústaðir hérna líka og búseti og ASI og svona þetta var svolítið svona bara eins og svona áttaga partí það sem allir þekkja alla og þetta svona gott svona vinnustaðateiti, þetta svona fólk sem í þessum sama geira, þetta fasteignaþróunarfélögin, þetta verktakarnir, þetta fjárfestarnir, þetta arkitektarnir, þetta bara svona, og það var morgumatur, flottur morgumatur hérna frá Joe and the Juice, svona vel í lagt með samlokur og djús á svona fyrir þetta fólk, því að ég ekkert að bjóða því eitthvað bara matakeks og kaffi. Þannig að þetta var svolítið svona bara eins og svona góð vinnustæðafundur, miklu meira en það og þeim fannst verulega óþægilegt að ég skyldi hafa reynt að spyrja spurninga og reynt að fá að ávarpa samkomuna. Ég reyndi það í tvígang að fá að ávarpa samkomuna vegna þess að þarna var verið að í rauninni bara gaslýsa þá
leigjendur og það fólk á húsnæðismarkaðnum sem að líður fyrir ástandi með því að mála svona leiftrandi fína mynd af ástandinu eins og það ef það hugsanlega hefði verið eitthvað högt á þessu þá ætti það einhverja skýringar í hættumerkjum frá 2019 en hún látið rosalega lítið með það vegna þess að það var eiginlega ekkert gert úr því að væri hættuástand af því að þau töluðu sko uppbyggingarhraðinn var svo rosalegur það var aldrei gert með þvílíkum krafti áður en það segir sig líka sjálft og það svo skrítið að menn nota svona til þess að slá sér til riddara með því að segja að það hefur aldrei verið byggt eins mikið í Reykjavík áður. Reykjavík hefur aldrei verið eins stór núna eins og nokkuð tímann áður. Hún að vaxa þannig að það í eðli sínu bara til þess að viðhalda einhverju status quo þá þarftu að byggja meira en áður. Það að þú byggir meira en áður hefur ekkert að segja þegar fólksfjölgunin svo mikil eins og hún Þannig að þó að þú byggir 800 íbúðir í fyrra og 900 ár og getur sagt það hefur aldrei verið byggt þess mikið á húsnæði Reykjavík. Ef að íbúafjölgunin meiri heldur en var áður, þá ertu í rauninni að byggja minna og kannski minna en nokkur sem áður. Þannig að það verður kannski rannsóknarefni að sjá hvað verið að byggja hlutfallslega minna af húsnæði miðað við fólksfjölgun núna eins og áður. Þetta náttúrulega bara einn hlutin af þessu. Það ekki verið að byggja nóg. Hinn hluturinn á þessu það sem verið að byggja. Hverjir að kaupa þetta? Hverjir að byggja þetta? Hvert eignarhaldið á þessu? Við sjáum það frá 2005. Við förum yfir allar það fasteignir sem hafa komið inn á íslenskum húsnæðismarkað frá 2005. Það það 35.000 íbúðareiningar. 23.000 af þessum íbúðareiningum hafa endað hjá lögaðilum. Á árunum 1994 til 2005 þá voru byggðar 14.800 íbúðir á Íslandi. Það fjölgaði Íslendingum 28.000. Þannig að það var næstu því ein íbúð, eða var rúmlega ein íbúð, meira að segja, á par. Það segja, ef við hugsum okkur bara að parið, þessi 28.000 Íslendingar, þurfa að kaupa einu íbúð. Það var fullkomið framboð, það segja fyrir parið. Það segja, okkur fjölgar heilmikið íbúðum fjölgaði heilmikið meir en íbúðunum. Það segja, 2 einstaklingar á íbúð. Frá 2005 til 2022 þá fjölgar Íslendingum 76.000. Íbúðum í eigu einstaklinga á öllu þessum tíma fjölgar 10.900. Það segja, við förum á 28.000 gagnvart 14.000 í 75.000 gagnvart 10.000. Getur aðeins útskýrt ertu að meina þá að fleiri einstaklingar eiga fleiri íbúðir? Þannig að ef að ég ætti eina íbúð fyrir 10 árum, að núna ætti ég þá 2? Já, þetta hluta til. Sko, það hægt að greina þetta inn á Hagstofunni. Hagstofan setur þetta bara upp. Að 2005 þá ég man ekki tölur þetta alveg í kollinum að mér hvaða tölur þetta voru en árið 2022 þá var staðan þannig að það hefði orðið aukning 35.000 íbúðir á tímabilinu 2005 til 2024. Það segja heildaraukning á öllum fasteignum sem kom inn á fasteignamarkaðinn með 35.000. Á sama tíma eykst hlutfall lögaðila og þeirra sem eiga meir en eina eign, hún eykst 23.000. Það að segja 23.000 af þessum íbúðum, 35.000 íbúðum, 63%, hún endar hjá lögaðilum. Og það er lögaðilum eða einstaklingar sem eiga fleiri en eina eign. Lögaðilar áttu langstærsta hlutina af þessu. Lögaðilar voru held ég sko með 19.000 íbúðir af þessu 23.000 íbúðum. Hitt voru einstaklingar sem áttu fleiri en eina eign. Þannig að það er 63% af öllum þessum fasteignum sem komin á íslenska fasteignamarkað, hann fer til lögaðila og eignafólks. Á sama tíma þá minnka líkurnar á því að einstaklingur geti keypt sér húsnæði eða kaupir sér húsnæði, hann minnkar 71%. Það er að segja hann fer úr því
að vera 50% líkur árið 2005 í 14%. Það 14% líkur á því í dag að einstaklingur geti keypt sér íbúð með við 50% líkur 2005. Það að það búið minnka 71% líkurnar. Þannig að þetta líka hliðin á teningum. Það ekki bara það að sé framboðsskortur, heldur líka að vera algjör eðlisbreyting á eignarhaldinu. Og af hverju eðlisbreyting á eignarhaldinu? Eftir hverju að vera að slægjast? Af hverju eru lögaðilar að sækjast eftir þessum íbúðum? Lögaðilar, fyrir fólk sem að hlusta á, kannski átta sig ekki alveg á því hvað lög... Þetta eru fyrirtæki. Já, lögaðilar eru fyrirtæki. Þetta eru sem sagt fyrirtæki sem eru þá leigufélög, húsnæðisfélög. Þetta eru líka bara fyrirtæki sem að eiga fasteignir sem nota fyrir starfsfólki sitt og svona, en langstærstum hluta til þetta leigufélög. Að þau eru þarna, kaupendurinn á íslenskum húsnæðismarkaði með gríðarlega fjársterkir aðilar, með gott lánshæfi og já, eins og segja, bara sterkir og hafa aðgang á öllum andskotunum í formi lánafyrirgreiðslu og fjárfestinga og annað. Þeir eru þarna að ryðja íslenskum kaupendum einstaklingum út af kaupendamarkaðum. Menn hafa verið að slá því svolítið fram núna upp á síðkastið að það hafa aldrei verið fleira yngra fólk sem hefur keypt sér. Það er rétt. Hlutfall þeirra af kaupendamarkaðunum er orðið svo gríðarlega hátt vegna þess að það engin annar inn á kaupendamarkaðunum nema ungt fólk og lögaðilar. Þannig að þegar verið að segja unga fólki er orðið yfir 30% á kaupendamarkaðunum, þá er verið að segja við okkur að því að við vitum að það eru 60-65% af kaupendamarkaðunum eru lögaðilar. Ef að unglingarnir eru orðnir 30%, þá eru hinir kannski 4-10%. Þessi stóru hópur sem er bara upp í séreignarstefnuna, hann er orðin bara algjör jaðarhópur á íslenskum kaupendamarkaði. Það sést líka á allir tölfræði varðandi hverjir það eru sem eru á leigumarkaðnum. Það kemur líka fram í skýrslum frá HMS að hreyfingarnar undanfarið á leigumarkaðnum eru eingöngu í hópnum undir 34 ára. Það eru mestar í hópnum undir 27 sem eru þá 18%. Það eru kringum 8-9% í aldrinum undir 34 ára. Það er að segja, fólk sem er að breyta búsetuform, fara af leigumarkaðnum, annarkvort í foreldrahús eða eigið húsnæði. En í hópunum fyrir ofan 34, þar eru hreyfingarnar 1-1,5%. Það er að segja, þetta fólk er fast á leigumarkaðnum, en unga fólkið sem hefur ekki átt fasteign áður, það er sumt af því, mjög lítið hluti, að geta keypt sér eignir, en vel að merkja, og það er eitt rannsóknarefni út af fyrir sig, að ef að það er þannig að ungir Íslendingar búa þrefalt fleiri inn á foreldrum heldur en unglingar jafnaldrar á Norðurlöndum, eins og kemur fram í skýrslu frá HMS, það búum 40% Íslendinga undir 29 ára eldri í foreldrahúsum meðan að þessi tala er 13% í Danmörku til dæmis. Ef það er þannig að íslensk ungmenni eru með 30% af kaupendamarkaðnum í fyrra til dæmis, en eru samt í þessum risastóra mæli í foreldrahúsum. Og ég veit bara mörg dæmi það að þetta unga fólk sem hefur verið að kaupa sér fasteigni með þessum tækifærum sem það hafa fengið frá ríkinu, þessum hlutdeildarlánum, ég veit ekki hvað þú kölluð aftur fyrir þetta unga fólk, að þau eru að leigja íbúðirnar út. Þau búa hjá foreldrum sínum en hafa keypt sér íbúðir. Og þetta rímar alveg við þessa tilfinning sem ég hef sjálfur fyrir því að leigusalar í rosalega mörgum tilfellum er bara ungt fólk á 30-aldri. Og sumir hverjir eiga bara margar íbúðir og eru kannski bara séður fjárfestar. En leigumarkaðurinn er bara orðin eitt allra besta fjárfestingatækifæri á Íslandi. Og það er óeðlilegt vegna þess að það er það hvergi annars staðar. Það er hvergi annars staðar þannig að það sem að drífur uppi auðsöfnun í samfélaginu, að því að auðsöfnun verður eiginlega bara til á Íslandi í dag gegnum fiskveiðar og fasteignamarkaði. Og það sem að drífur auðsöfnunina er neyð á leigumarkaði. Og það, ég veit ekki til þess að nokkuð einasta samfélag hafi nokkuð tíman
umborið það. Það getur náttúrulega skapast einhvern tímann svona ástand allt í einu út af einhverjum ægilegum hörmungum og þá stíga stjórnvöld inn í. Nú þetta ástand búin að vera yfir bæði búin að vera ríkjandi og var yfirvofandi strax eftir hrunið og vera ríkjandi núna í næstu 10 ár og það ennþá verið að tala við okkur að ástandi sé bara í lagi, leigar að hækka núna alveg gríðarlega. Ég búin að fá töluvert af símtölum í þessari viku. Ég veit að leigufélagið Alma að hækka hjá sér, og ég veit kannski að ég hef tekið eftir þessu umræðu á Fyrirsbókinni, að hækka hjá sér flesta leigusamningar sem ég er búin að fá fréttir af 3 leigusamningum sem standi í 180.000 og þeir með eiga leigusamningar sem endurnýja 31. maí, þeir eiga allir að fara upp í 220.000. Það 40.000 króna hækkun á leigusamningnum á milli mánaða. Þetta að gerast núna. Þá kona hringir mig, hún með leigu 250.000 króna leigu á íbúð í Hlíðunum. Hún búin að samningun að renna út núna í maí og það 360.000 krónur sem henni býðst að leigja íbúðina á. Það 110.000 króna hækkun. Það 45% hækkun. Þetta alls staðar að gerast núna í kringum okkur. Á sama tíma kemur borgarstjórinn fram með sínum vinum og sínu klani í svona hátíðamorgunverð niður í Ráðhúsi, sýnir þessar flottu endurningar og öllum þessum verkefnum, segir okkur að það hafi þó þrátt fyrir hættumerkin 2019 það hefði borgin staðið sig gríðarlega vel og tekur þarna tölur sem að mér finnst líka bara eiginlega magnað að skuli fá að vera hangi í loftinu. Ég vil nefna það bara meðan ég maður núna að hann nefnir til dæmis með þessu óhagnaðardrifnu félög. Hann talar alltaf það að það sé svo mikill hluti af þessum verkefnum sem hafa verið í gangi séu óhagnaðardrifin. Hann nefnir stúdentagarðana sem dæmi. Þeir halda uppi bókstaflega, þeir halda uppi allir í tölfræði Reykjavíkurborgar í bæði varðandi heildarfjölda húsnæðis á Reykjavíkursvæðinu og líka eru með ég held ég 70-80% af þessu sem þeir kalla óhagnaðardrifið húsnæði. Og áttaðu því líka ef við skoðum bara leiguverði hjá stúdentagörðunum. Þeir eru með eitt allra hæsta fermetraverð á landinu. Þeir eru með fermetraverð sem 2 sinnum hærra heldur en fermetraverð á húsaleigu í Stokkhólmi. Stokkhólm höfuðborg Svíþjóðar og þykir mönnum nú leigan dýr þar. Stúdentagarðarnir í Reykjavík með 2 sinnum hærra fermetraverð heldur en höfuðborg Svíþjóðar. Og svo samt segja þeir að þetta sé óhagnaðardrifið leigufélag og það notað sem þessi stóri biti borgarina í því að tryggja leigumarkað sem óhagnaðardrifin. Ég spurði borgarstjórann að því, hvaða þýðir að vera með óhagnaðardrifin þess að menn þurfa að taka þetta hugtak tilbaka úr munni þessa fólks vegna þess að þegar þeir tala óhagnaðardrifin húsnæðisfélög þá talar félög sem mega ekki eftir hefðbundum leiðum borga sér út arð. Það margar leiðir þess að borga sér út arð. Þú getur gert það gegnum alls konar önnur félög sem rukka inn í þessi félög og það þekkt dæmi. Það gerði Heimavöllur sín tíma þegar voru með skilyrði frá Íbúðalánasjóði og maður mátti ekki borga sér út arð. Þeir bara voru með aðra kennitölu sem rukkuði alls konar rekstrarþjónustugjöld inn í 100 milljóna. En ekki bara það, heldur þessi hagnaður sem verður til vegna þess að verður til gríðarlegur hagnaður hjá byggingarsjóði námsmanna. Hann notað til þess að kosta aðra framkvæmdir. Þannig að námsmenn og leigjendur hjá stúdentagörðunum, þeir eru látnir borga fyrir uppbyggingu á öðru húsnæði. Það allt í einu það að hagnast 100 milljóna, það allt í einu ekki kallað að hagnast vegna þess að þú mátt ekki borga þér út á aðalfundi arð. Þetta náttúrulega alveg óbáslega, mér líkur við að segja bara algjör misnotkun á þessu hugtaki og ég spurði borgarstjórann að þessu og hann einmitt staðfestir þetta að einu reglurnar við að geta sagt að óhagnaðardrifin rekstur sé að þar séu félög sem borgir sér ekki út arð bara eins og venjuleg félög á aðalfundi. Þannig að það stendur ekki steinn við steini þegar við rýnum í þessa frásögn. Þarna viðheldur borgarstjórinn frásögn af einhverjum örlitlum fleti á þessari stóru mynd og segir okkur bara frá því sem að
svona getur viðhaldi hans narratífi og viðhaldi þessu ástandi vegna þess að þarna inni í áhorfendahópnum voru náttúrulega þessi aðilar sem eru að hagnast gríðarlega mikið á þessu. Þarna eins og Þorpið vistbyggingafélag, þarna var Sigurður Gylfi sem er í forsvari fyrir það félag. Hann er nú þekktur úr Spron-ævintýrinu, ég veit ekki þeir sem að muna eftir hruninu, þeir muna eftir miklum fléttum þar sem að 100 milljóna hurfu út úr Spron og þarna voru alls konar svona lána og viðskipta og hlutabréfa að kaupa fléttur sem að voru tekna fyrir í rannsóknarnefnd Alþingis. Þarna voru þessi nöfn uppi. Þetta eru nöfnin, öll þessi nöfn sem voru í þessum málarekstri eru þeir sem standa á bak við Þorpið vistbyggingafélag. Þorpið vistbyggingafélag var að kaupa af Klasa, minnir mig. Klasa er annað félag sem er borið upp af fjárfestum sem voru mjög áberandi hruninu inn í bönkunum. Klasi seldi, þetta er nú sama fólki allt saman. Klasi seldi Þorpinu vistbyggingafélag byggingaréttin í Ártúni núna rétt fyrir jól á yfir 7 milljarða og hagnaðist um 5,9 milljarða á því að selja byggingaréttin til Þorpsins. Þarna kemur Sigurður Gylfi þarna í pontu og segir okkur frá framtíð félagsins og mér býður eiginlega bara svolítið við því að það sé verið að púkka undir þetta fólk sem átti stóran þátt í því ásamt þessu samfélagi sem það tilheyrir að skapa þannig ástand að fór allt á hliðina. 15.000 fjölskyldur mistu heimilin sín sem svo ríkið og skilaundirnar tóku til sín og seldu svo langstærsta hlutan af þessum fasteignum sem að fólk var að reyna að koma sér upp til þessar fólks aftur. Það er að segja, þessi fjárfestar sátu svo allt í einu við borðið þegar maður verið að selja þetta og keyptu þetta og eiga núna að ríkja yfir þessum leigufélögum og skila eins og Alma var að skila núna nýlega 12 milljarða króna hagnaði. Hugsið ykkur. Þetta er fólki sem er í partíinu á borgarstjóra. Þetta er fólki sem hann er að tala til. Hann er ekki að tala til leigjenda. Hann talar kannski þá, en hann talar aldrei til leigjenda. Fólki sem hann er að tala til, það er fólki sem er að græða á þessu. Það er fólki sem var í salnum og voru allir þarna inni sem græða á einhvern hátt á þessu ástandi. Ég vildi svo mikið fá og ég spurði hvort ég fengi að ávarpa samkomuna. Það var ekki nokkuð leið og ég þurfti að grípa fram í. Ég bara gat hreinlega ekki setið á mér og ég hef alveg gríðarlega mikið svona óþol fyrir því að svona gaslýsing fái að standa á óhögguð og þarna sé svona ástand eins og í sögunum nýjaföddum keisarans. Mér leið svolítið þannig og ég fékk það strax á tilfinningunni að leið og ég var búinn að trufla borgarstjórann í þessum talnaleik sínum einu sinni að þá svona breytti stemningin í salnum mjög mikið. Þarna áttu þessu á því fundagestir að litla stúlkan úr sögunum nýjafödd keisarans, hún var í salnum. Það var einn þarna sem var tilbúin að segja, heyrðu, þetta bara er ekki rétt. Ekkert af þessu sem það er að segja er rétt. Og ég var bara tilbúin að grípa þetta og ávarpa þetta, þó ég hef ekki fengið frið til þess, það voru mikið lætir sem sköpust í kringu það þegar ég stóð upp og vildi að fá ávarpa hópinn. Og það hljóp að mér eitt skiptið maður sem ég veit ekki hvort það var einhver öryggisvörður, en ég veit að hann var svona að hlaupa til og skipuleggja með hljóðkerfi og stóla og svona og það var hrópað að mér og öskrað á móti embættismenn og ég var nú bara einn þarna, ætla ekki verið svona hátt í 100 aðrir þarna og það voru mikið læti í fólki, það voru mikið læti í þeim þegar ég stóð upp og vildi til dæmis fá ávarpa hópinn þegar að koma því að ræða nefndastörf borgarinnar og ég sagði þeim frá því fundagestum, spurði það hvort þau áttu sig að því að það var ekki starfandi húsnæðisnefnd í Reykjavík sem að væri samkvæmt lögum átt að starfa. Ég vissi það ekki þá, hún fór inn í velferðarráð árið 2005, hún var lögð niður og þarna var fólkið í salnum sem að lagði niður húsnæðisnefnd Reykjavíkurborgar og þegar síðustu embættisverk voru að selja síðustu félagslegu eigur Reykjavíkurborgar á þeim tíma. Það voru síðustu embættisverk þeirra sem voru þarna í salnum og ég sem betur fer náði að tala við sumt af þessu fólki eftir fundin. En
það stendur í lögum húsnæðismál að húsnæðisnefndir á vegum sveitarfélagana eiga einmitt að fjalla leigumarkaðinn. Það eiga að fylgjast með leigumarkaðnum, vegna það stendur í lögum húsaleigulögunum sem að tiltekur leiguverð, vegna þess að leiguverð það sem er mest íþyngjandi við leigumarkaðinn. Það sem hann stendur upp úr, það sem hann skerðir lífsgæði flestra leigjenda, það er leiguverðið. Og af því að leiguverðið er dýrt, þá er þetta ótryggt líka vegna þess að eftirspurn leiguverðið verið dýrt og það er mikil óöryggi á leigumarkaðnum vegna þess að það eru margir að bítast fáar eigur. Þannig að þegar þetta er orðið svona dýrt að það sko segir okkur það að samningsstaða fólks þarna úti, hún er ójöfn. Það er eitthvað ójafnvægi í samningsstöðunni þegar leiguverðið hækkar svona mikið. En það stendur í húsaleigulögunum að leiguverð eigi að vera sanngjarnt og eðlilegt í garð beggja aðila. Það stendur bara í lögunum og það er hlutverk húsnæðisnefndar sveitarfélaga að fylgjast með leigumarkaðnum. Það er þannig í öllum Norðurlöndunum þessar leigunefndir eða húsnæðisnefndir sveitarfélagana, þetta er eitt helsta hlutverk þeirra, það er að fylgjast með leigumarkaðnum. Þetta er ekki starfandi hérna og það er rauninni sko rosalega lítið verið að fjalla þetta á vettvangi borgarinnar. Það er svona skipulags- og byggingaráð, það er fjallar deiliskipulög og skilmála og götur og torg og svona krútleg og skemmtileg verkefni. Inn á skrifstofu borgarstjóra eru 2 eða 3 verkefnastjórar sem eru með húsnæðismál á sínu könnu, ég athugaði skrifstofu borgarstjóra, að það eru semst á einni skrifstofunni, það eru samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar, alþjóðaskipti, kynningamál og húsnæðismál. Það er svona 4-5 verkþættir settir saman í eina kippu og held að sé á höndum 2 verkefnastjóra á borginni að vera með þessa 4-5 verkþætti. Þú sér það hvað þetta skiptir litlu máli fyrir borgarstjóra að setja húsnæðismál með samkeppnishæfni, alþjóðaviðskiptum, með kynningamálum og það var eitthvað eitt enn og láta þau skipta svo litlu máli í þessu stóra samhengi. Það með þess að sér verkefnastjórar sko garðyrkju. Það er engin sér verkefnastjóri húsnæði. Hann er bara líka, hann er bara sýslað samkeppnishæfni borgarinnar í alþjóðlegum mælikvarða, kynningamál, alþjóðaskipti við aðra borgir og svo húsnæðismál. Það er svona eitthvað sem hann getur svona litið eftir þegar að hitta þetta krútlega sem að útheimtir alls konar ferðalög og skemmtilega hitt. Að vera svona alþjóða fulltrúi borgarinnar hlýtur að vera að heimsækja vinabæi og sitja ráðstefnur alls konar svona. Að ná sjá húsnæðismál. Og þetta er náttúrulega sko, og þegar maður fer á svona fund, þar sem að sko allt er einhvern veginn rosalega svona klæðskerasauma, það er allir í aðþröngum jakkafötum og svo smartir í tauginu og þetta lítur allt svo rosalega vel út. Alveg rosa flott hlaðborð af samlokum og djúsum og kaffi og vatni og þetta er sko hljóðkerfi og slideshow og það er allir vaskreittir og glaðir. Það maður hugsa með sér ég hugsa stundum að maður getur sagt þessu fólki til vorkunnar að það veit ekkert hvernig ástandið er. Ef þetta er narratífið sem að fær að hanga óreitt, svona eins og narratív dags í morgun, þá finnst mér ekki skrítið að þetta fólk upplifir eins og að það sé bara allt með miklum sóma. En það er bara svo ríkt tilefni til þess að láta fólk vita, það er það bara alls ekki. Það er bara rosastór þjóðfélagshópur úti sem að heldur þessu ástandi uppi fyrir þetta fólk sem líður vel en líður illa í kjölfarið. Leigjendur, þeir eru látnir borga fyrir þessu auðsöfnun á fasteignamarkaði sem er sko orðin þessi rosalegu leiksoppur fjárfesta. Þetta er alveg óbúslega hættulegt ástand og ég fekk bara eins og ég fekk satt bara að segja bara alveg nóg og eftir fundin
af því að fólk leið greinilega illa svona með mér þarna í salnum að ég fór svona á stúfana eftir fundin og fólk var svona safnaði saman litla sellur og spjalla saman og ég fór og fekk mér vatnsglas og svona nálgaðist þarna einhverja hópa sem að einstaklingar sem ég vildi eiga orðastæði við. Ég var nú bara kurteis og yfirvegaður á öllu leyti, var það allan tíman, bara það vantaði ekkert upp á það. En ég var svona eins og gangandi úraníumtunna, sko. Það var svona eins og ég væri bara, sko, geislavirkur og þegar ég nálgaðist svona þessar litlu sellur sem að voru í svona einhverju spjalli, að þá svona stífnuðu allir upp og hættu að tala og snéru sér einhverju öðru, sko. Þannig að það var svona, þetta var mjög mikið svona partypúper ástand. Það var svona, heyrðu, við viljum ekki vita af þér, sko. Við viljum ekki vita af þér það sem þú hefur að segja. Við viljum ekki heyra það. Og það er bara eitthvað svona ekki vera að láta okkur vita því hvernig veruleikinn er. Leyfðu okkur að trúa á þessar endurminningar, leyfðu okkur að trúa á borgarstjórann, leyfðu okkur að trúa því að þetta sé allt saman æðislegt vegna þess að lífið er æðislegt hjá okkur. Það var enginn þarna inni, ekki nokkur einasti einstaklingur sem var tilbúinn til þess að hrópa á keisarann, hann var í nakinn. En ég sem betur fer svona bara tók þetta, mér líður ekkert vel með þetta, þú veist, ég er ekkert að gera þetta því að ég hef eitthvað sérstaklega gaman að því að opinbera mig svona og standa upp og lesa svona yfir ykkur samkomu. En það verður bara að gera það. Bara verður að gera það, alveg sama svona hversu andmannur sitt eigið orðspor eða sína eigina ímynd eða hvernig ósköpunum sem svona eftir hvaða gildum og svona verðmætum að lifir. Það verður bara að stíga inn í þetta þegar óréttlætið og lygin og blekkingin er svo rosaleg, hún er svo yfirþyrmandi og augljós, þá verður maður bara að segja það. Ef maður þekkir sannleik, þá verður maður að gera það. Takk kærlega fyrir það, Guðmundur, og við höldum áfram að lýsa veruleikanum hér og tala hann eins og hann er í alvörunni og lengra komumst við því miður ekki í dag, en takk kærlega fyrir að koma hingað, Guðmundur, og lýsa stöðunni og mæta þarna einn á fundin í Ráðhúsinu í morgun og ég vil hvetja ykkur öll til þess að skrá ykkur í samtök leigjenda á Íslandi og fylgjast með umræðinni sem að fer fram á umræðahópi leigjenda og við höldum áfram að vera virk. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Þetta var Hinn Reykjavík.